I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king with dominion over death. He holds the key in his holy nails, got hands. He is the heel, yeah. At his cross there's a serpent's head. I'm resurrected, great I am. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name,
praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, still, every heart leans in until you speak, like only you can speak. Everything we're longing for, the presence of the living God, breathe, like only you can breathe. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away, let it fall away. If it's not what you wanna do, anything apart from you, let it fall away, let it fall away. Every heart is open wide as your name is lifted high here. God, we know you're here. And everything we're longing for, the presence of the living God, breathe, like only you can breathe. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall.
að deila eins með ykkur. Að fyrst þegar ég tók þetta lag þá var ég á svona ákveðnu stað í lífinu þar sem ég virkilega þráði bara eitthvað meira af Guði. Mér fannst allt verið svo innantómt, mér fannst vantaði eitthvað meira honum og ég fór að hella mér í Biblíuna sem ég er allt of latur að lesa en ég er gallan eins og allir aðrir. En ég ákvað að hella mér í orðið og fór að hlusta á ný lög og þetta lag talaði svo mikið til mér að fyrstu skipti sem söngu þá grét ég bara endalaust. Mér langaði svo mikið að gefa honum meira og það er eina leiðin fyrir mig til að fá meira. Að skila ykkur öðru til þess að fá meira honum í staðinn. En ég hveti þig ef þú virkilega vilt fá meira honum þá verður að leggja eitthvað annað til hliðar. Minna þér og meira honum. Þannig ég bið bara hér í kvöld, Drottinn heilagi Faðir. Gefðu okkur þessa djúpu þrá heilagi Faðir að vilja bara meira af þér, Drottinn. Ekki því sem heimi með uppfylla neitt sem að okkur langar eða við viljum, Drottinn, heldur bara þú, Drottinn. Að þú verður okkar dýpsta þrá, Drottinn. Að við meðum bara finna bank þitt á hjarta okkur, Drottinn, opna fyrir nýja flóðgátt, Drottinn, að blessunum í líf okkar, Drottinn, að blessunum í kirkjun á Íslandi, Drottinn, að meðum verið þessu vakning sem að Óli var að biðja fyrir þetta áðan, Drottinn, og meðum virkilega vakna upp, Faðir. Drottinn, meðum við fá þessa djúpu þrá að vilja, Drottinn, meðum við íta öll öðru í burtu, Drottinn, ég bið þig heilagi Faðir, vekt okkur upp heilagi Faðir og gefðu okkur þessa djúpu þrá, Drottinn, gefðu okkur meira og meira og meira þér, Drottinn, heilagi Faðir. Takk Jesús, Drottinn, þú ert hér, Drottinn, og við þráum meira þig, Drottinn, þú elskar okkur, við erum okkur öll skortið þína dýr, Drottinn, en þú ert samt náður og miskunnsamur og hellir yfir okkur dýrðinni, Drottinn, og hellir yfir okkur náðinni, Drottinn. Þú hefur fyrirgefið okkur allt, Drottinn, við þurfum bara að stíga undir þessa fyrirgefningu hér í dag, Drottinn, og velja að ganga eftir þér og að ganga undir það sem þú gerðir fyrir okkur á krossinum, Faðir. Þakka fyrir það, Drottinn, þú ert hér í dag, Drottinn. Don't move like only you can move. Just don't move, 'cause all we want is you. Just don't move like only you can move. Just don't move, 'cause all we want is you. So move, 'cause only you can move. So move, 'cause all we want is you. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. Anything apart from you, let it fall away, let it fall away. So come and fill this room. Apart from you, let it fall away, let it fall away. It's not what you wanna do. Anything apart from you, let it fall away, let it fall away. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, to set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. To set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more.
down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. I want more of you. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. It's not what you wanna do. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. It's not what you wanna do. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. Oh. Halleluja. Amen. Rimer það? Nei. Ef ekki að gefa hann gott klapp. Þetta nú meiri rosalegt. Og Inga var að koma bara að fæðingardeildinni beint hingað. Nánast, sko. Hún vill sko ekki sleppa. Þessi elska. Ef ekki að gefa henn gott klapp. Þannig Guðrúnu. Amen. Vá, þetta svo geggjað. Það líka, þú veist, í gegnum svona lofgjöf þá finnur maður líka svo ofboðslega hvað mann langar til þess að manns daglega líf sé bara þetta. Verið í stöðugri lofgjöf til Drottins. Og ég var að segja frá, hún Laufey minntist nú aðeins á það hérna þegar við vorum að biðja. Af því það er bara, það er svona gríðarleg vakning sem eiga sér stað bara í hérna allan heim og mjög mikið núna í Evrópu. Og hérna, við viljum bara vera þáttakendur í því, er það ekki? Hvað ger ég nú hérna sem ég ætlaði að vera? Bara aðeins að bíða. Að ég held að sé bara mjög mikilvægt að við viljum fá að vera með því sem Guð er að gera. Ég er farinn. Ekki vel með gleraugun mínu. Hvað haldi ég að vera að gera? Leita gleraugun. Ég fann þau ekki að því ég var ekki með gleraugun. En það er nú ekki nýtt, sko. En það er búið að liggja svo mikið á mínu hjarta því að það er oft líka þegar maður er svona á staðins og er kannski í sambandi við gríðarlega mikið af fólki erlendis, þá verður maður þráir svo mikið meira og þarf að líf sitt sé svona bara eyrnamert af Guði, öllu sem maður tekur sér fyrir hendur, allt sem maður er að gera. Og við komum hérna saman á hverjum einasta mánuði og sumir fara á fleiri samkomur heldur en hér, 2-3 viku og það er einhver ástæða fyrir því. Ástæðan er náttúrulega fyrst og fremst trúi ég að heilagur andi er hér og hann er að snerta við líf okkar, hann er að snerta við, hann vil taka burtu alla þessar hluti sem er í vegi fyrir því sem að við getum vaxið með honum. En þetta fjallar líka það sem ég held að vera meira og meira áreiðandi að við tökum fullnaða skref, að við hættum þessu hálfkaki. Þið þekkið þá nú AA-bókinni þeir sem eru það, að þetta hálfkák það virkar bara ekki. Við verðum að fara alla leið, við verðum að stíga alla leið og það er það sem ég held ég að flest okkur þrá, en það er bara svo erfitt að sleppa. Alveg eins og Tóni var að tala hérna áðan, það er svo margt annað sem kemur inn í lífið sem svona kannski fara að stela tímanum
sem við eigum að eiga með Guði. Og það alveg saman, mér alltaf þegar við erum að ræða þessar hluti sem að við trú okkar og á hvaða stað við erum og út af hverju við aktum eins og við gerum og við erum með svo bara syndlegt eðli, við höfum verið það. En Guð fyrirgefandi Guð. Hann dó á krossinu fyrir okkar syndir og sjúkdóm og allt það sem við erum að berjast við til þess að við getum eignast þetta líf sem við þráum svo öll. Og hann búinn að deyja fyrir alla þessa skömm. Hann búinn að deyja fyrir kvíðaðinn og óttaðinn og allt það sem út að berjast við. Neysluna og afleiðing neyslunar og það sem gerðist í neyslunni og hann búinn að deyja fyrir þetta allt. Og hann getur tekið þessu hluti. Hún Laufey var að biðja fyrir mér aðeins hérna fyrir samkomuna og þá baðunni mitt sagði að þráttir hlutina sem Óli hefði vilja sleppa því að fara í gegnum að þú samt nota á til góðs. Og ég held að segja að Guð þráir að nota erfiðleikana og mistökin okkar og mistökin þín til þess að hjálpa öðrum, til þess að forðast þau. Við þekkjum það, þess vegna við gengið þessa leið. Og núna eftir páskahátíðina, mér finnst alltaf svo spennandi tími að því ég alltaf að reyna að færa mig aftur í tíman, eins og 2000 og eitthvað ár aftur í tíman, 26 kannski, 2026 ár. Og sjá þegar Jesús kemur og rís upp frá dauðum og síðan líður þessi tími fram að uppstigningadegi. Og mér finnst það svo rosalega spennandi. Þar lagður alveg rosalega grunnur í okkar trúargöngu. Alveg frá því að Jesús þegar koma að hellinum og búið steinninn farið frá 1,5 tonn og Jesús farinn út og risinn upp, sigraði dauðan. Og þessi tími fram á uppstigningadaginn svo spennandi tími og það svo gaman að skoða þann tíma að því það allt það sem við þurfum að læra, það var hann að kenna lærisveinum á þessum tíma fram á uppstigningadegi. Hann var búinn að segja við þá að hann þyrfti að fara til föðurins. Og þá einmitt sögðu þeir hvað ætlar að skilja okkur eftir munaðarlaus. Það segir nei, við ekki áhyggjur af því, við ætlum að senda ykkur heilagan anda sem Guð, því að Guð þríeinn Guð, hann Guð faðir, hann sonurinn og hann heilagur andi. Hann opinberast í 3 persónum þegar kemur fram. Og á þessum tíma, þeim fannst rosalega gaman að labba með Jesú, læra af honum, alveg eins og við getum lesum í Biblíunni. Og hann kendi þeim svo marga hluti í gegnum þann tíma, leggja hendur við sjúka og þeir munu vera heilir. Hann reisti fólk upp frá dauðum, hann gaf blindum sýn, hann gerði alls konar hluti og þetta var allt svona til þess að praktísera, til þess að leyfa að sjá og þetta náttúrulega að færast inn í okkar líf. Og ég man ég hugsaði svo mikið það þegar að dagurinn kemur að hann fer, uppstigningardagur sem nú ekki langt í, að þá bara fer hann upp í himinu, alveg eins og hann er sagt. Og mér langar svo sjá strákana og hvernig leið eftir hann fór. Það var high five alla daga, alltaf verið að reisa upp frá dauðum eða lækna og leysa og þeir voru partur af þessu. Gengu með Jesú og lærða á honum. Og svo hann farinn og þá var kannski minna kraftverk og minna að gerast hjá þeim. Og þeir voru svona að vandraðast örugglega svolítið mikið þennan tíma og svo sögðu þeir hann farinn, kallinn farinn, ekkert að gerast, enginn að læknast eða neitt og svo var hann búinn að lofa ykkur heil og manda og það gerist ekki eitt og enginn kominn. Og ég hugsaði að þetta verið svona vandraða tími og ég hef stundum hugsað hvort það geti verið, nú ætlum ég bara að tala fyrir mig og það sem ég hef upplifað gegnum mitt trúarlíf og ég ætla ekki að segja öðrum, en ég upplifað stundum eins og sem föst á milli uppstigningadags og hvítasunnunar. Og það mjög alvarlegur hlutur ef við erum föst þar. Þá vorum við akkurat á þessum stað sem að lærisveinarnir voru eftir að Jesús fór á uppstigningadag. Þá sátu þeir niður á torgi yfir klukkuna niður í miðbæ. Segði bara, ekkert að gera, sporandi í nefið og ekkert að gera, hundleittust. Og ákveðu síðan einn daginn að fara upp og fá sér kaffisopi upp á loftstöðu. Og þá kom heilagur andi sem hann hafði lofað, eins og gnýra himnum. En ég upplifði stundum eins og við séum svolítið föst þarna, milli uppstigningadags og hvítasunnunar. Trúum við heilagan anda, trúum við að heilagur andi býr innan með okkur. Trúum við að þau verk sem Jesús gerði hefur hann fært í okkar hendur. Og fyrir kraft heilags anda getum við lagt hendur í sjúk og þeir munu vera heilir. Við munum reisa fólk upp frá dauðum. Við munum reka út ítla anda. Og það stendur í Biblíunni að þessi tákn munu fylgja þeim sem trúa mitt nafn. En takið eftir einu, það stendur ekki þau fóru undan. Þessi tákn munu fylgja
þeim sem trúa á mitt nafn. Þannig við þurfum að gera þetta í réttri röð. Þetta gerist ekki bara svona. Við þurfum að fylgja frelsaranu Jesú. Við þurfum að vinna verkin. Við þurfum að stíga fram í kraft og myndurleik orðsins og heilags andans sem býnir með okkur og leggja hendur við sjúka og þá munu táknin fylgja. Alveg eins og Jesús, þú veist, hann labbaði með þennan tíma fram á uppstigningadegi til þess að kenna þeim akkurat þetta. Hvað við að gera? Að við ættum að fjölga, við ættum að tala út orðið, gefa öðrum af því sem að þeir höfðu fengið frá honum. Og það er í boði fyrir þig í dag. Að því, þú veist, Jesús, hann var 100% Guð, hann var líka 100% maður. Hann gekk á jörðina sem maður. Og þú veist, ég oft hugsaði, þú veist, ég skrifaði aðeins, hérna held ég úr, að lesa aðeins úr orðanstendur, hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var að mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða og dauðans á krossi. Vá, mér finnst það svo geggjað. Og ég held líka sko þegar að krossfestingin og þegar hann deyr, það kennir okkur svo óbúslega margt. Bara að við þurfum trú, þess vegna heitir þetta trú, til þess að geta stigið fram í þessum gjöfum sem við fyrir okkur. Og átt þú þessa trú í þínu lífi? Er það raunveruleikinn? Horfðu á lífið, hvernig það var og hvernig það er. Skoða hvort það geti verið að Guði eitthvað þátt í það því að líður betur heldur en ég leið áður. Skoða lífið og akkur það er svo gott að lyfta hér upp höndum og sem ég gera það ekki allir, eða situr og finnur að þér líður vel, að það er einhver hlýja í hjartaðinu. Það er Guð sem er eiga yfir lífið. Þú veist, heilagur andi býr í lofgjörðinni, þegar við erum að syngja lofgjörðin, þá býr hann í lofgjörð síns líf, segir orðið. Og hvað gerir hann? Hann snertir hjartaðið. Hann snertir staðina þar sem erfiðleikarnar eru í þínu lífi og kemur lækning inn í það. En við þurfum að taka það og tileinka okkur það í okkar líf. Alveg eins og við gerðum þegar við vorum að stíga upp úr, eins og mjög margir hreinu upp úr ruglunu. Við þurfum að stíga skref. Við þurfum að stíga skref til þess að fá lausn og lækning inn í líf okkar. Og ég hef búin að hugsa mikið hennar tíma því mér finnst þetta svo gaman að ég skrifaði nokkra hluti. Hvað gerist eftir hann upprissuna? Þá segir hérna að upprissan er raunveruleg og líkamleg. Hann birtist aftur, talaði, boðaði, leyfði þeim að snerta sig eins og Tómas sem var svo vantrúaður, fengi að snerta hann. En þetta taka allan af að dauði markið það síðasta. Fyrir einn eða einn og það er heldur ekki fyrir okkur. Þegar við tökum móti Jesú Kristi inn í líf okkar, þá eignumst við eilíft líf. Líf þar sem að allt er eftir, framtíðin, allt það sem er að gerast í eilíðinni, bara yndislegir hlutir. Og svo var það að þegar Jesús fæðist, þegar Jesús rís upp frá dauðum, þá trúin byggist ekki lengur á því að sjá, á þegar fylgdi hún líkamlega og þeir gerðu það. Og í uppstindag þegar hann fer, þá þurfti að læra að treysta og við þurfum að læra að treysta á þess að sjá. Þess vegna segi ég alltaf þegar ég er að tala í Hebreabréf 11 mitt uppbólsvers, eitt af þeim allavega, að ég þarf ekki sjá til þess að trúa. Það er bara fullvissa í mín lífi að Guð er með mér í því sem ég er að gera. Og að vera komin á þann stað er svo gott, kakar, ég alveg að tala. En við þurfum, alveg eins og Tóni var að segja hérna áðan, líf okkar og mitt líf hefur verið algjör rússipanna reið svo mörg ár, þó að núna hafi ég hérna verið án áfengis og fíkniefna í 16 ár núna, er það ekki rétt með? Jú, þetta er svo fljótt að líða og hérna og ég fegin þið hafi ekki komið eitthvað hægðir eða lægðir en það var alltaf í mín lífi, ég var alltaf svona hoppandi hliðar af því að mér vantaði trú og mér vantaði fullissu og við þurfum að lesa orðið til þess að læra að þekkja hann. Mörgum finnst það erfitt að setjast niður en veistu það, Biblían er bara gríðarlega mikið af þetta verkværi til þess að kenna okkur á hvernig við eigum að lifa, hvernig við ætlum að læra að þekkja Guð. Það gerum við með því að lesa orðið og það er svo ótrúlegur, það er svo mikið og það er svo djúpt og það er bara lífið sjálft er í gegnum þessa bók alla og ef við lesum hana og lærum að þekkja Guð þá mun Guð gefa okkur skilningi fyrir sinn heilaga anda og heilagur andi er bara alveg gríðarlega mikið þessi hluti hinn þríeina Guðs inn í líf okkar í dag að heilagur andi búi innra með okkur. Við bjóðum hann velkomin, við skýrumst í heilagum anda og heilagur andi fyrir að verka inn í okkur, verka í líf okkar, í hjart okkar
og Guð fyrir að senda okkur á staði þar sem við höfum aldrei trúað að við myndum fara á. Og við erum búin að heyra svo marga vitnisburði það hvernig Guð farið með fólki í óslitna sigurför, þó að kannski ekki lítið þannig út í byrjun. Og þannig mitt líf leit ekki þannig út í hérna febrúar 2010 að það væri ykkur óslitin sigurför. Var alls ekki. En mér finnst það, ef ég horfði tilbaka í dag, þá finnst mér líf mitt að það hafi verið óslitin sigurför síðan þá, 2010. Auðvitað komu erfiðleikar og alls konar baráttu sem að ráfi, maður baráttu við syndina, peningagræki, stolt, nefndu, og það er bara fullt af hlutum sem reyna að koma í veg fyrir að ég myndi framganga í því sem að ég þyrfti að gera. Og það þarf svolítið högg á okkur til þess að skilja það að við getum þetta ekki einn. Við verðum að hleypa honum við stýri, hann þarf að fá að taka við stýrinu og stýra. Við getum ekki gert það sjálf. Og ég hef, hversi ég bið í mínu nafni, það mun ég veit ykkur, og ég hef notað það alltaf. Ég bið Guð. Veistu það, trúðin byggist upp á því að Guð líka svara bænuðinum, en þá voru líka að leita til hans. Ekki hafa skömm í lífiðinu að þú getur ekki beðið Guð um hjálp. Ekki hafa það mikið stolt í lífiðinu að þú getur ekki beðið Guð um hjálp. Það er svo ótrúlega mikil auðmýkt. Þú ert ekki að auðmýkja þig. Það er auðmýkt að koma fram fyrir hann og segja, Drottinn, ég get ekki meir. Ég bara ræði ekki við þetta. Komdu inn í líf mitt og hjálpaði mér. Og þú veist, hann er búinn að bíða eftir þessu í langan tíma að fá að grípa inn í lífið. Og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að biðja hann. Þetta er ekki eitthvað mysteri, krakkar. Þú veist, Guð er lifandi Guð. Hann lifir í dag og hann er starfi í dag. Og ég var að segja hann frá það því eins og ég er með alla þessa vini sem ég er með og fullt af fólki sem ég er með allan heim og í Evrópu. Og þú veist, þetta það bara kom hvert myndbandið að fætur öðru. Það sem er að gerast í Madrid og í Dresden, í Þýskalandi, í Awakening kirkjunni. Það er svisslendingur sem hann lúk, hann er með svona lækninga, mikið í lækningum og þú veist, það eru bara 10.000 sem koma saman á hverju einustu samkomu. Og það er svo mikið líf og það er svo mikið fjör. Það er svo mikið gleði að fólk er að upplifa að leiða við sleppum að þá kemur Guð inn í líf okkar og byggir okkur upp. Og ég þrá að sjá það hér. Ég þrá að sjá okkur hérna fyrir framann og dansa og syngja eins og margir gera. En mjög margir eru svona svolítið, við þurfum að losa bröðum. Það er svo gott. Og að biðja, það er bara það besta sem til er. Og ég tala nú ekki að biðja fyrir öðrum. Ég stundum verið að hjálpa hjónum sem að eiga erfitt að biðja, og biðja saman. Og ég var að segja alltaf að leggjast upp í rúm þegar að fara að sofa og svo snúa með andlitunum bara í hvort annað og biðja. Og það er örugglega ógeðslega erfitt til að byrja með, ég get trúað því, þó ég ekki erfitt með þetta. En það er örugglega hrikalega erfitt, af því það er feimni á bakvið það. En sigurinn sem minnst með því að geta gert þetta og beðið saman, það er bara hjón hérna inni. Ég veit að þetta hefur virkað. Það hefur virkað að þegar við erum saminast og erum sammála þennan hlut sem við biðja og leggja fram fyrir Drottinn saman. Og það er bara rosa sigur í þessu. Og þetta er sama með börnunum okkar. Við erum að biðja með börnunum okkar. Ég elska að biðja með mínum 3 ára. Hann er bara, þú veist, það er alveg rosalega það gott. Og þú veist, ekki bara gott fyrir hann, heldur líka gott fyrir mig. Af því það verður svo mikið sannleikur í svona hreinleika og 3 ára gamlu barni sem heldur við hendurna þegar við erum að biðja og segir í lokin þegar maður er búinn svolítið óþömmólu að fá að segja amen í lokin. Skilur, en núna verður hún yfir og allt umkring, nú er hann búinn að læra það, þetta verðs með englana, hann var eitthvað að ná því, en hann fer með það allt og segir ég gat alveg með, ég gat alveg einn, amen. Og þú veist að ef við ölum börnum okkar upp í þessu, að við saminist í bæinn, við þökkum fyrir fólki sem er kringum okkar, mömmu og pappa og systkinin og af og ömmu og alla, og svo byrjar hann að telja upp alveg fulli og Lúna og Sigga og Jóna og svo alla í leikskólanum. En þetta sýnir bara hvað, ef við fyllum hjarta barnan okkar með þessu, að bænin okkar skiptir máli. Og hún skiptir máli fyrir okkur. Við erum fullorðið fólk hérna inni og við erum stundum eins og börn, skilur við. En við þurfum líka að vera eins og börn þegar við komum inn í Guðs ríkið. Og þá er gott að koma þessa einlágu bæn til Drottinn. Drottinn, hjálpaðu mér, ég get ekki meir. Komdu inn í líf mitt
Og það það sem Jesú vildi að við gerðum og það sem hann kendi okkur og kendi sínum strákum og stelpum þegar hann labbaði hér á jörðinni áður hann fór á uppstengundi upp í himininn. Og svo kom lofverðið heilagan anda, krakkar, og þetta bara alveg gríðarlega mikilvægur þáttur í okkar trúargöngu og við þurfum að taka miklu svona sterkari og að ræða meira það samt við heilagan anda sem Guð. Að þegar hann sendir heilagan anda þá svo gnýr sem kemur og það verður svona svo elding sem kemur inn í og þeir fóru að tala tungum sem þeir þekkti ekki, sem bænamáldi drottins sem hann eitthvað skilur. Og heilagur andi það sem verkar í okkur til þess að gera góða hluti, til þess að fara til fólks. Það hann sem leiður okkur að einstaklingu til þess að tala við. Hafið ekki lent í því þegar verið að biðja og ykkur líður vel og það eitthvað einstaklingu sem þú ekki séð lengi að allt í henni fer hann að birtast í kringu þig. Þá Guð að ýta á hjarta þitt, af því að þú verður að taka ákvarðanir. Þú verður að taka allar ákvarðanir. Ef þú vilt betri heilsu, þá biður Guð betri heilsu. Ef þú þráir að sjá lífið fara á annað plan heldur en það í dag, þá biður Guð að hjálpa þér að gera það og hann gerir það. Og við þurfum að fylgja því eftir. Og fyrir mér þetta, og eins og allt, með allt þegar við tölum Guðsorð, þegar við tölum trúargöngun okkar, þá fjallar þetta allt trú. Okkar trú. Við verðum að byggja undir hana krakka. Og besta leiðin, hvað það sem allt sem Guð búinn að gera fyrir mig, það væri bara rosalega óréttlátt ef ég ætti ekki lifandi trú í dag með allt sem hann hefur gert fyrir mitt líf. Hefur þú ekki hann hugsað það í þínu lífi, allt sem hann Guð hefur gert fyrir þitt líf? Eða var þetta kannski bara þér að þakka því þú var svo klár? Ég held ekki því að Guð hefur gert kraftaverk í líf okkar, svo ótrúlega marga. Við vorum týnd og nú erum við fundin. Við erum dáin og nú erum við á lífi. Af því að Guð hefur komið inn í líf okkar. Og þetta sko náttúrulega krossgangan mesta kærleiksverk sem nokkuð tíðan hefur unnið, þó að það hefur verið óhugnalegt. Gæti maður ímyndið sig. Ég ætla ekki að fara að setja mig í það kvölina sem að Jesú var fyrir. Það var ekki mitt að ákvarða það. En ég geti trúið að það væri hrikalegt. Og allt var þetta gert að einum og saman hlutum. Kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú til þess að við getum eignast líf og lífi fulltingnaði. Að ryðguðnaglarnir eru tákmynd upp á áfengið. Það tákmynd upp á krabbamein, sjúkdóma, allt þetta, allt nelt á krossi, skuldabréfið, toppinn á því, greitt að fullu. Skuldabréfið þitt, allt sem þú er búin að gera, stendur bara á bréfinu, greitt að fullu. Og það er það sem Jesú gerði. Og það er kannski góð byrjun líka að við einbeitum okkur að lesa eins og bara Guðspjöllin og Póstularsöguna, að fá skilningin til þess að byggja undir trú okkar að þetta er raunverulegt. Þetta er hluti sem gerðust. Ég var að hlusta á, það er eitthvað þáttur í útvarpinu, já, heldur þessi eitthvað podcast, sem sagt, eitthvað Bergmann og eitthvað kona sem sjáum mann svona að vera að taka alls konar mál upp, skemmtilega þættir. Og þeir voru núna með hérna, hvað heitir hann? Nero, ekki? Hann var uppi 65 eftir Krist. Og það engar efasemdir þær upplýsingar og heimildir hann. 65 árum eftir Krist. En svo þegar að fara að ræða Jesú Krist, þá hefur þetta allt breyst og allt öðruvísi og það gegnum tíðina og þetta er bara bull og þvæl og þetta er búið að breyta þessu öllu og þetta er allt bara eitthvað vitleysa. En Nero, hann var bara rétt eftir Krist, sko. 65 eftir Krist og það er allt heimildi sem er staðfastar og þetta treyst á. En þetta segir okkur bara líka árásir óvinnaðins innan líf okkar og innan að gera lítið sem Kristur er að gera. Það er hans verk. Það er hans vinna, hann er bara að reyna. Hann er bara tannlaus aumingi sem á að vera undir sólunum með okkur. Við stöppum hann niður. Við látum hann ekki koma til þess að stela, slátra og eyða í líf okkar. Og það getur stundum verið erfitt að standa gegn því en þá er gott að eiga vin og það er gott að eiga sponsor og það er gott að eiga sískin í trúnni til þess að biðja með það, til þess að standa gegn því sem óvinurinn er að gera.
Af því hann er ferinn sem öskrandi ljón og hann reynir að eyðileggja það sem þú er eignast á það sem þú er náð. En kærleikur Guðs mun aldrei nokkuð tíma víkja frá þér. Aldrei. Eina sem Guð þráir, það er að gefa þér þetta líf sem er í boði, sem þú getur lesið í Biblíunni. Og þennan fullkomna frið sem Guð getur gefið. Það er fyrir líf okkar. Og þú veist, ég elska að vera að trúa, ég elska að eiga þessa lifandi trú. Ég elska að þetta sé líf mitt í dag. Að allt sem ég geri skal vera gert í samráði við höfund og fullkomnara trúarinnar, Jesú Krist. Þó ég ætli reyna stundum að reyna að grípa hans inn og hjálpa til, bara nei, það bara gengur ekki upp. Ég treysti hann bara 100% í lífinu. Og þú kom og reyn, og það er svo gott að komast á hann stað. Láttu af og leyfðu Guði stendur ykkur staðar. Láttu af í kvöld og leyfðu Guði. Ef þú ert að berjast í dag, þú ert kannski að koma, þú veist, það var sagt í kirkjunni í gamla daga þegar fólk var komið til fyrirbæna, sumir voru konið með skalla, þeir voru bara að leggja svo allt hendur í það og biðja fyrir þeim í sumum hlutunum. Við þurfum að taka, í bænum þurfum líka að taka trú að Guð heyri bænið þinnar. Er trú þeinum á þeim stað að þú trúir því og vitir að Guð heyri bænið þinnar. Og það, að því Guð er bara svo, það sem hún leggur fyrir hann, það svarar hann. Og það er svolítið gaman að ég sagt sko að það er eitthvað sem er að angra þig og þú ert með samviskubit og það er iðrun í hjartaðinu og þú kemur fram fyrir Guð og segir bara, drotti minn, bara fyrirgefðu það ég gerði þetta. Ég er bara, ég skil ekki hvað vera að gera, bara fyrirgefðu mér í Jesú nafni. Svo daginn eftir þá og daginn þá líka alveg bara kálast úr einhverja samviskubiti og segir bara, drotti minn, ég biðja að fyrirgefa, hann veit ekki hvað það tala ekki neitt. Hann var búinn að taka það og fleygja því og hann tekur það aldrei upp aftur. Og þannig er Guð fyrir mér. Ég þarf ekki að júðast í honum í einhvern hlutum sem að ég veit hann heyrir. Guð heyrir bæniðinnar og Guð svara bæniðinnar. Kannski ekki alltaf á þínum tíma en hann mun alltaf svara þeim. Og það er svo gott að geta treyst á það. Og það er oft eins og fyrir mig að því ég er óbúslega svemmi, sko. Bara, og þú veist, það er mér langar svo mikið að gera og gera svo margt og allt það. Að það er mitt erfiðast að það er að halda í, sko. Að ég haldi í sjálfa mig. Að fara ekki út í eitthvað sem eins og ég hef bara gert alltaf í mínu lífi. Fer svona fram úr mér og að dett það. En ég vil það ekki, ég vil bara hafa það sem ég hef og ég er ánægður og glaður með það. Ég er þakklátur fyrir að fá vinna með fólki, vinna með alkohólistum, vinna með fólki sem er búin að berjast í sínu lífi. Og fallegasta sem til er í þessum heimi, það er að horfa á einstakling rísa upp að nýju. Það er bara það magnaðasta sem til er. Þetta er svo endurfæðing fyrir einstaklinga. Og það er gott að fá að vera að taka þátt í því. Það er gott að vera svona sæmilega grobbinn í Guði. Þú veist að ég þekki Guð. Það er bara í góðu lagi, sko. Hann er vinur minn, sko. Við erum saman alltaf. Hann er með mér. Og það er akkurat litur með heilagan anda. Og þess vegna mér langar svolítið við byggjum líka á eftir í fyrirbæninni, kannski fyrirbygjendur var að taka sig til, að það er með bæninu að fyllast heilugum anda, að skýrast í heilugum anda. Að við tökum út heilugum anda inn í líf okkar. Svo byrjar að tala tungum. Það er bara að gefa. Guð gefur þetta. Þetta er bara himnesmál. Þið hafa kannski heyrt að mörgum bregður rosalega þegar þið heyra það kannski inn á samkomum þegar fólk byrjar að tala í tungum. En þetta er bara alveg rosalega grundvallað atriði að fyllast heilugum anda, að taka móti heilugum anda inn í líf okkar. Þá farið að sjá bara þessa óslitnu söguferð sem Guð er alltaf að tala inn í líf okkar. Hlusta á lofgjörð og ef þú ert með efasemdir, það sem ég ætla að fara að tala það gerir það aldrei, það sem ég ætla að tala En það sem gerist að ef það er efasemdir í þínu lífi í dag Guð, þá slökktu á þessu í hausnum á þér, headphoneunum í smá stund og vertu bara. Labbaðu náttúruna og skoðaðu náttúruna. Skoðaðu þessa undursamlegu sköpun sem ekki var til í sprengingu, ég lofaði ykkur því. Og þar, Guð mætir okkur þarna í þessari kyrrð og þessari ró.
á sem secret place eins og ég kalla það. Og þá mætir þið, gott að vera í göngutúr og skoða, sita við lækin og hlusta á vatnið, þið þekki þetta, eða sjórinn þegar að koma inn í fjöruna og hugsa bara Guð, hlusta á lóuna í þessum frið og sjálfsögðu lesa orð Guðs sem mikið. Amen, hefum ekki að fá fyrirbiður upp? Koma einn vitnisburður sem gerist þennan samband með hann. Já, bara endilega. Manni, er mannið þarna? Nei, þá er ekki, notaðu þennan bara? Þú verður að koma hérna bara? Já. Það bara Maggi, standa má bak við mig. slökka útsendingunni? Maggi, Hann er örugglega búinn að því. hann búin að, ok. Já, haldt honum bara við. Já, ég skal gera. Sælet, Hvað er það í ljós? Viltu koma niður? koma niður. Ég þarf að komast niður. Segðu okkur hvað gerðist á hann. Já, ég þarf að segja ykkur það. Ég var alveg rosalega kvíðin áður en við komum hingað. Og Allt er það? Allt áfram með skam mín. Hættu að vera guðið. við bara opnaði bara himininn og ég fekk tungutal og Skýrist svo mikla blessun og svo fer hann að tala þetta allt hérna. Bara bið ykkur, bless ykkur. Hvað ertu búin að trúa í lengi? Ég er búin að vera trúið því mjög mörg ár, féll frá og fór svo að koma aftur með stelpunum minni hingað. Og þú er þráð heilagan anda? Já. Og hvað gerðist? Þú varst í lóðgjörðinni? Þú varst að lofa Guð? Já, Þú varst bara að lofa Guð? já, bara sá bara fyrir mér Krist og bara svo heiminn opnaðist og svo fór ég bara að tala og hún fór að segja hvað ertu að segja. Ég veit það ekki. Og svo fór Óli að predika. Svo fyrir þú að tala þetta. Amen. Amen. Þetta er alveg stórkostlega. Ef ekki á fyrirbiðundan að koma. Veitir, með tungutali, það var einu svona íslendingur inn í, í Afríku, inn í skóana þar og fór inn í eitthvað ættbálk sem að hafði aldrei nokkuð tíman, eða fólk hafi ekkert komið þar og þegar þau koma þar þá byrjar það að tala saman, svo byrjar einn að fara með faðirvorið á íslensku. Einn af innbúanum. Trúið því? Já, amen. Guð er góður. Og menn hafa verið að tala tungum í öðrum löndum og fólk hefur komið til að hvenær er þú þetta tungumál? Þá segir hvaða tungumál? Og þá var kannski hindú eða eitthvað. Og þá segir ég hef aldrei lært það. Nei, þú varst að fara með bæn. Og þannig virkar tungutali. Þetta er bæn til drottins, við skiljum hann ekki alltaf hvernig hún er. En Guð staðfestir alltaf orð sín og mun alltaf gera það. Og með henni heilaanda. Og við erum ekki að biðja fyrir þessu yndislegu konu sem að fylltist heilugum anda. Hún er alveg rosalegur herfóringi sem hefur hjálpað alveg ótrúlega mörgum ungum krökkum sem eru bara verið munaðarlítil og munaðarlausum og biðja fyrir líf hennar. Hún er alveg stórkostleg manneskja. En gjörðu svo vel, við skulum rísa á fætur, ég ætla að biðja aðeins áður en og komið svo fram og biðja Guð að koma inn í líf ykkar. Bara Drottinn, við þökkum fyrir þessa stund í dag, þökkum Drottinn fyrir einn og sérhvern sem er hér inni, Drottinn. Við biðjum að gefa okkur kjark og þor til að stíga fram, Drottinn, hér í fyrirbænina, Drottinn. Taka móti sem þú hefur fyrir okkur. Gefðu okkur að opna hjarta okkar, Drottinn, í bæninni, að við megum horfa til þín, treysta þér, Drottinn, fyrir líf okkar. Þú munt vel fyrir sjá. Hvað þú var að blessunin í þessa viku fyrir einn og sérhvern sem er hér í dag. Takk heilagur anda, þú ert hér að snerta þér fólki. Takk fyrir að þú ert að skýra fólki heilugum anda, Drottinn, í Jesú heilaga nafni. Amen. Já, þetta sé Guði.